Já, ef þið eruð að leita lesefni einhver tíma núna í skammdeginu sem nálgast, þá get ég bent á að ég skrifaði einu sinni BA-ritgerð hrepparíg. Það var þegar ég lærði þjóðfélagsfræði við Háskólann á Akureyri. Og ég veit ekki hvort orðið hrepparígur mun koma til umræðu nú á næstu mínútum, en mér svona hálfgrunar það. Kom með mann hérna í heimsókn sem að skarta hann á ýmsum embættum. Hann doktor í stjórnmála sálfræði, aðstoðarmaður ráðherra og rannsakandi í hjáverkum. Bjarki Þór Grönfeldt, velkomin. Þakka þér fyrir. Ég var að glugga í sveitar, ég var að renna yfir heimasíður sveitarfélaga og rakst á rannsóknum byggðabrag og þú ert í félagi við annan mann, búin að vera að skoða svolítið hvernig upplifun íbúa sem að kemur í nýtt sveitarfélag, hvernig hún svolítið ólík á milli svæða og milli sveitarfélag, ekki satt? Sko það eitt af því sem við höfum verið að skoða, en svona smá baksaga máls þá sem sagt fyrir 2 árum síðan þá lauk ég doktorsprófi í stjórnmálasálfræði og flutti heim og var svo heppinn að fá vinnu við Háskólann á Bifröst, eins og þú mittist á sem rannsakandi þar með Víbli Karlssyni, kollega mínum í rannsóknarsetri byggð á sveitarstjórnarmálum við Bifröst, eins og ég sagði hann. Og þessi skýrsla sem kom út núna fyrir mánuði síðan, hún svona tilraun til að taka einhvern hluta af menntunin sem ég fekk úti í stjórnmálasálfræði hingað heim og blandaði við byggðamálin og sveitarstjórnarmálin. Og það sem við gerum í þessari rannsókn að við förum í og gerum svona frekar ítarlegar og djúpar megindlegar spurningakannanir 3 sveitarfélögum og fylgjum og eftir með rýnihópum. Og þetta eru 3 sveitarfélög sem hafa vakið athygli rannsakanda áður. Þetta eru Dalabyggð, Húnaþing vestra og Húnabyggð sem nýtt sveitafélag í Austur-Húnavatnssýslu. Nennirðu aðeins núna áður við höldum lengra að skýra fyrir okkur landfræðilega muninn á Húnabyggð og Húnaþingi vestra? Já, einmitt. Húnaþing vestra er sveitafélag sem er nú sameinaðan, ég held að það hafa nú verið til þó í vel yfir 20 ár og er svæðið í kringum Hvammstanga og dreifbýlið þar í kring í Hrútafirði. Og Húnabyggð er nýtt sveitafélag sem er sameinað af Blönduósbæ og dreifbýlinu þar í kring og er tiltölulega nýsameinað. Það sem vakið athygli er að þetta eru 3 mjög sambærileg samfélög. Þetta eru ekki bara, þau eru bæði landfræðilega nálægt og svona lýðfræðilega mjög lík. Þetta er sameinuð sveitafélög sem standa saman af tiltölulega náttúrulega litlu þéttbýli, en eru með þéttbýliskjarna, það er Búðardalur, Hvammstangi og Blönduós og svo dreifbýli þar í kring sem að náttúrulega það sem allir þungin í atvinnulífinu hefur verið á sauðfjárbúskap og landbúnað. Ein ráðandi höfn í öllum. Já, akkurat, og það sem vakið athygli er það að þrátt fyrir það að þessi samfélög séu svona að mörgu leyti lík, að þá hafa þau skilað gjör ólíkum niðurstöðum í íbúakönnunum sem að Vífill Karlsson hefur staðið fyrir núna í mörg ár í samstarfi við Byggðastofnun og á þann veg að það er alltaf yfirgnæfandi ánægja í Húnaþingi vestra, það er áberandi mikil ánægja þar og það er svona lágstendari stemning í Dalabyggð og Húnabyggð, ekki það að sé eitthvað ef við berum sem að landsmeðaltal þá kannski, eru þau bara svipuð róli og önnur sambærileg sveitafélög en það er eitthvað við nágrannar þeirra í miðjunni sem sker sig svolítið úr og okkur langaði að kanna og við hefum gert svona Hvammstanga ánægjan, bara svo maður reyna Já, Húnaþing vestra ánægjan svo við séum nú pólitískt korrekt. Einmitt, akkurat. Nei, maður finnst það bara áhugavert því að einmitt, halda áfram. Já, og þannig að okkur langaði svona að kanna hvað gæti mögulega leið að baki, þannig að við fórum í þessa rannsókn. Ég segi kannski ekki endilega við eigum kollgátuna en það eru svona nokkrir hlutir sem að komu í ljós. Það sem við byrjuðum á að gera, við vorum með þessar 3 skoðanakannanir og það eru nokkrir hlutir sem eru svona áberandi og stinga út úr. Það er í kannski fyrsta lagi og það er mjög afgerandi munur þar að það var einn mælikvarði sem að fær fólk til að meta svona hversu vel færðu þarfir þínar uppfylltar
í samfélaginu þínu og þetta er þetta mjög opin spurning og þar geta verið allt frá, það bara það dagvaran, heilbrigðisþjónustan og skólar og allt þar á milli en íbúar í Húnaþingi vestra eru mjög ánægðir eða öllu heldur telja þarfum sínum meira að minna nánast alveg uppfyllt á meðan íbúarnir hinum sveitarfélögunum eru telja það að vera mun síður. Þannig að það er áberandi munur. Það er líka áberandi að í Húnaþingi vestra þá er svona áberandi meiri trú á getu samfélagsins til að takast á við áskorunni. Fólk svona trúir því að við sem heild getum tekist á við það sem að það sem að kemur upp og við þurfum að takast á við. Meiri samheldni, jafnvel meiri félagsauður eða eitthvað? Já, og það er eitt af því sem mælt sem líka, það er meiri samheldni. Sem sagt, fólk metur í Húnaþingi vestra, metur samfélagið samheldnara, að þetta sé svona að fólk sé, hvað segir maður, það sé aukin samheldni en það er líka, tengið þessum einmitt náið er að því við meintum svo reppareiga á hann, það var ein spurning það sem fólk var beðið að taka afstöðu til þess hvort að reppareigur var vandamál í sveitarfélaginu og sömuleiðis og fólk beðið að taka afstöðu til þess hvernig samstarf á milli dreifbýlis og þéttbýlisværi og það er líka afgerandi munur að það er fólk metur mun meiri repparíg í Dalabyggð og Húnabyggð heldur en í Húnaþingi vestra og þar virðist við kannski komum betur inn á það eftir en það sem að þetta er náttúrulega öll sameinuð sveitarfélög og við vitum að sameiningar þær takast misvel, það eru dæmi vel efnaðar sameiningar og svo síður efnaðar sameiningar en það er eitthvað sem að einhver X-faktor sem þeim hefur tekist í Húnaþingi vestra að búa til af því það virðist vera svona eins og sveitarfélagið sé svona eining í hugum fólks á meðan hinn sveitarfélögin eru kannski meira ennþá svolítið að fungera í gömulum reppamörkum. Já, ef þú værir að tala syðstu eyjuna í einhverjum svona klasa og það væri besta veðrið og eitthvað svona, þá en þetta er mjög áhugavert að finnst okkur hinnum sem að við sjáum ekki alveg úr fjarska hvað er öðruvísi þarna heldur. Nei, og það er náttúrulega stefna stjórnvalda að fækka sveitarfélögum og að sameina þau og það er þá viðbúið að það verði til fleiri, að þau eru orðarinn þó nokkuð mörg en verði ennþá fleiri þessi blönduðu sveitarfélög sem eru með þéttbýliskjarna og jafnvel marga þéttbýliskjarna og svo dreifbýli á milli og þannig að það er til mikils að vinna að rannsaka það hvað einkennir velheppnaðar sameiningar þegar það er náttúrulega í flestum tilfellum verið að setja saman einhverju leyti ólík samfélög þó að það hljóti alltaf að vera einhver ákveðin forsenda að það sé einhver svona samnefnari en oft á tíðum er náttúrulega eru samfélögin oft ansi ólík. En fyrir ekki að ég truflaði og skauti þessu inn. Alveg sjálfsagt og svo kannski það svona síðasta sem kannski var áberandi í þessari könnun sérstaklega var að við vorum með og undir þetta var ég alveg óundirbúin. Ég hafði ekkert mikið velt þessu fyrir mér, ég bara fannst þetta áhugavert að setja þessa spurningu inn og það var afstaðan til þess hvort að slúður væri vandamál í samfélaginu og þar var mjög afgerandi munur eins og ég segi að þetta er rannsókn sem tekur bara til þessara sveitarfélaga þannig ég veit ekki hvernig staðan er í öðrum þannig ég get ekki sagt til hvernig munurinn væri á landsvísu en þar kemur Húnaþingi vestra mun betur út. Já, minna slúðrað. Já, það allan að fólk metur að minna vandamál. Upplifir það þannig og eins og ég segi, ég kannski var ekki alveg undirbúin undir það að munurinn væri þetta afgerandi, það hefði ég haft kannski detaileraðri spurningar en hún Greta Bergrún Jóhannesdóttir sem var við Háskólann á Akureyri núna við Háskólann á Bifröst, hún hefur skoðað þetta og gerði doktorsritgerð slúður í litlum samfélögum út á landi og var hún ekki meira á Austurlandi heldur en í öðrum landshlutum? Jú, hún gerði ég man nú ekki nákvæmlega, það var ég held að Þorp hafi verið þemað hjá henni, hún ef Greta hefur hlusta þá bara leiðréttur mig en sem sagt það eru svona uppi ýmsar kenningar hvað er slúður í litlum samfélögum, til hvers er það? Greta lítur á þessum taumhald þetta er sem sagt þegar þú ert komin út af því sem að samfélagið samþykkir þá kippir samfélagið þér aftur inn með því að refsa þér í hugmyndunum þetta sé taumhald til að halda fólki á réttri línu. Það sem er áhugavert í þessari rannsókn og ég held að hafi komið fram í öðrum rannsóknum líka það er ekki kynjamunur á því hversu mikið fólk metur sem sagt karlar og konur virðast líta á slúður sambærilegum hætti hvort það sé vandamál með tilliti til þess hvort það sé vandamálið ekki en aðrar rannsóknir hafa bent til þess að
þeir sem eru þolendur slúður sem að verða fyrir því, það séu fyrst og fremst konur og það séu það sé mjög kynjað þá mikil drulluskömmun og annað slíkt í því, þannig að en svo sem sagt fylgdu við þessum könnunum á eftir með rýnihópum sem var bara virkilega skemmtilegt áhugavert fyrir mig. Það reyndar kannski, það erfitt að nálgast svona viðfangsefni svo slúður sko, sem sagt í hópi fólks. Þannig að við ræddum það aðeins en það kannski hentar betur að afgreiða slík mál í einstaklingsviðtölum í svona litlum samfélögum. Viðkvæmt að vera skvíla svona í hópi. En það sem komið svo út úr þessum rýnihópum var að það var allavega mat fólks í sko Húnaþingi vestra, það væri einmitt eins og mittstöðbyrjun, kannski óvenju opið fyrir fyrir nýju fólki og fólk nefndi þetta voru mjög áhugaverða samræður sem sagt það voru rýnihópar í hverju sveitarfélagi fyrir sig og rýnihópurinn í Húnaþingi vestra minntist á það að mögulega væri ástæðan fyrir því væri að einhverju leyti að sko samfélagið þar, Hvammstangi og dreifbýlið þar í kring, þetta væri ekki eins og rótgróið og hinn tvö svæðin sem Blönduós og svæðið þar í kring og Búðardalur svæðið þar í kring að því markið það væri kannski ekki eins margir heimamenn, eins margir originalar. Gögnin sem við búum yfir stiða það ekki endilega, þetta var svona verið að vísi í sko fjölskyldur, skilur, eru svona eins og við þekkjum mörgum samfélagum það sem eru svona áberandi valdamiklar fjölskyldublokkir, en þetta var svona tilfinningin sem rýnihópurinn lýsti. Við þurfum eiginlega að fá Kára í íslenskri erfðagreiningu til þess að greina þetta með okkur betur. En svo það annað og það það sem ég held að þið á samstöðin hafi mikinn áhuga á og það áberandi og að mörguleyti held ég undirliggjandi þessum niðurstöðum að í Húnaþingi vestra eru enn mjög sterk fyrirtæki það sem eru í samfélagslegri eigu eða heimamenn hafa stjórn yfir dæmi. Þar ennþá mjög öflugt kaupfélag sem fjall aldrei og það kaupfélag sker sig úr að því liturinn til að það var ekki eins pólitískt og ekki eins flokkspólitískt og önnur kaupfélög og meðan kaupfélögin í hinum sveitarfélögunum náttúrulega fjallu á þeim tíma sem að mörg kaupfélög fjallu og ennþá svona kannski ógróin sár yfir því í samfélaginu, en líka það sko að því að sko þessi öflugu fyrirtæki eins og kaupfélagið á Hvammstanga að þar eru, ég veit ekki hvort þú komið þangað inn í kaupfélag Vestur Húnvetninga. Ég hef gert það er ansi langt síðan. Það mjög skemmtilegt, þar allt til og þar kannski, ég meintist áðan með þessar uppbylltu þarfir að þetta tryggir eða hvað segir maður, auðveldar stjórn íbúana yfir því sem yfir þörunum, yfir því sem fólk vantar. Þannig að ef það eitthvað sem að sko þér finnst vanta í kaupfélagi þá annarkot ferðu bara og biður kaupfélagsstjórinn það eða þú fer bara í framboð í stjórn kaupfélagsins og bestur í þessi varaverði. Þetta nú bara svona lítið hypothetical dæmi sko. En það eru þessi sterku fyrirtæki sem eru eigu heimamanna að fólk líka stolt yfir því og sækir svona hluta af þessi jákvæði andi á að einhverju leyti rætur þangað af því að þetta áhugavert af því að og það nú í grunninn kveikjan að þessari rannsókn að hinn efnahagslega staða á milli þessara svæða, hún ekkert svo ólík. Þú veist, þetta eru mjög tekjuleg svæði, mjög jöfn svæði í grunninn en það kannski sker úr í atvinnulífi eru þessi yfir og heimamanna yfir mörgum mikilvægum innviðum. Þetta nú sennilega, það ekki að þínum að þið töluvert veiga mikil skýring á þessum mismun? Jú, ég held það. Það bara, og ýmsar sögulegar skýringar fyrir þessari þróun á milli þessara svæða sem ég kannski kann ekki alveg að fara með. En þetta er mjög áberandi, kemur sterkt sko, það kom mjög sterkt fram sko að sem sagt þegar ég var að ræða við rýnihópinn að þeim fannst mjög mikilvægt að þau hefðu svona ráðinni við björgunum eins og þau kölluðu það á meðan sko, þú veist, í hinum þó að til og með þessu Blönduósi sé mörguleyti mjög öflugt atvinnulíf en þá stjórnin yfir því meira að minna annars staðar og bara sem dæmi sko það eins og ég segi sko fólk á Hvammstanga og í kring mjög stolt af kaupfélaginu á meðan í Dalabyggð og í Húnabyggð eru held ég báðum tilfellum krambúðin það sem eru svona túristabúð sem við þekkjum úr Reykjavík sem
vöruverð skulum við segja ekki hagstætt. Selma neitt snúð á 2000 skall. Já, einmitt, og þú veist þannig að það og þetta hefur komið fram í fjölmiðlum að það hafi verið legið við byltingar ástandi allan í Búðardal yfir kjörunum í krambúðinni þar, þannig að það svona leiðilegt að þurfa að vera í stappi. Já, en en þegar fólk kemur og fer, sérstaklega fólk sem kemur, mætir því ólíkur andi eftir sveitarfélögum? Sko, ég veit allavega í þessum rýnihópi bara höldum okkur við þessa rannsókn að í Húnaþingi vestra þá voru þar aðfluttir íbúar sem vildu meina að svo væri og það var meira þess að ein ég get nú ekki nafngreint neitt en hún lýsir sjálfur sér sem mjög skrýtni eða sem sagt svona með sérstakt svona sérstakar endara sinni í samfélagið og gerði ekki ráð fyrir því að sér vel tekið en svo var henni mjög vel tekið. Já. Sem var bara mjög ánægjulegt að heyra. Kom með hugmyndir að hún myndi ekki passa inn en reyndi svo passa inn. Einmitt, akkurat. Og það var bara virkilega falleg saga. Og jú, við bara náttúrulega við þekkjum það og það ekki bara við sveitarfélög, þetta á við skólasamfélög, þetta getur átt við stjórnmálaflokka, vinnustaði og annað slíkt. Já, það bara það eins og oft sagt, það margt í mörg og ég kannski ekki alveg með kollgátuna en það var ein svona tilgáta hjá allavega rýnihópnum í Húnaþingi vestra að þau voru með sammála þessum niðurstöðum úr könnuninni að þar væri meira að minna allt til alls, það vissulega alltaf eitthvað sem vantar, það þarf að sækja sumt til Reykjavíkur og sumt til Akureyrar en þegar þú hefur það gott að þá miklu minna tilefni til þess að slúðra, til þess að vera með neikvæðni, til þess að útiloka nýtt fólk þegar það allavega þessi tilfinning ríkjandi ef við höfum nú að bíta og brenna sko. Já, einmitt. Þegar ég laðist í mínar rannsóknir forðum á Hrepparík og langt síðan, þá komst ég að því að í gegnum bæði fræðimenn, litteratúrin sem ég las og erlendan og mest erlendan reyndar og svo líka með viðtölum eiginlega rannsókn sem ég gerði sjálfur að það getur verið ákveðin gagnsemi í átökum byggða að Hrepparígur getur einn og sér verið jákvæður í því einmitt að auka samheldni innan byggðar gegn annarri. Já. Og þetta svona svolítið eins og íþróttalið að ef allir mæta í höllina þá þegar gestaliðið kemur þá kannski líklegra að verði að vinni sigur. Já. Og kannski líklegra ef andstæðingurinn málaður út sem einhver óvinnur og einhver sem öðruvísi og skiptir mjög miklu máli að vinna. En ég segi þetta nú bara svona alveg fyrir forvitnisækir og til þess að rifja upp einn vinnu. Mér fannst nú svolítið skemmtilegt þegar ég sýndi þeim þessar niðurstöður og baði þeim að ræða það, þá kom þetta mönnum verulega óvart að þetta ástandið hefði aldrei verið skárra en núna. Já. Skilurðu? Það svolítið áhugavert. En þessi ára sveitarfélaga, hún mjög misjöfn í viðhorf okkar til staða. Það mjög ólíkt og það eiginlega mesta furða finnst mér hvað þetta hefur lítið verið rannsakað. Kannski það viðkvæmni sem á bakvið að þetta hefur ekki mikið verið rannsakað. Þú til dæmis þekkir það því ég bjó 25 ár á Akureyri. Þú þekkir það hvort sem það mýta eða veruleiki, upplogið eða sannleikur að margra áratuga skeið hefur það loðað við Akureyri hið bjarta norður að það sé erfitt fyrir aðkomumenn að koma á aðlagast því svæði. Akureyringar, þetta náttúrulega kannski svona hinn póllinn, þetta svona það sem hvað segir maður, þetta höfuðborg norðursins og því fylgir náttúrulega kannski ákveðin svona byrði þetta svona, þó var reyndar Akureyri sem ekki einu sinni næststærsta og ekki þriðastærsta sveitarfélagið held ég í dag en engu síður svona mótvæðið við Reykjavík þannig að mönnum kannski bara kippir í kynið að halda uppi einhverjum merkjum en nei, þetta bara gífurlega áhugavert og þetta verður eiginlega svona held ég þessi Hrepparígur verður reyndar Freud var með hugtak the narcissism of small differences því líkari sem þú ert hinum því minna hvað segir maður, því verð líkar þið við hann Já. Og það það sem kannski, þú veist, með þessi sameinuðu
þessi sameinuðu sveitafélag sem verið að skella saman hreppum eða samfélögum sem eiga sameiginlega hagsmuni en ólíka sögu og náttúrulega sko samgöngur hafa náttúrulega umbylst mjög víða, þannig að samfélög sem voru, við þekkjum náttúrulega mjög eins og á Tröllaskaga, skilur, samfélög sem voru í nánast fullkomlega aðskilin sem verða svo Fjallabyggð. Akkurat, sem að síðan sameinast einfaldlega út af bættum samgöngum, þá svo mikilvægt að jarðvegurinn þar sé sko vel undirbúinn. Og menningar landslag Ólafsfjarðar og Siglufjarðar var gjörólíkt og meira segja sko stjórnmálaskoðanir í rauninni Ólafsfjarðar og Siglufjarðar voru gjörólíkar. Ég komst að því í þessari vinnu þegar ég skráði þetta tók viðtölin og var að fjalla hreppari en þeir voru meira hægri sinnaðir frá Ólafsfirði, þeir voru meira vinstri sinnaðir á Siglufirði, svo voru ríkisítök meira á Siglufirði náttúrulega síldinu og allt það og þá sko fer fólk bara að hugsa öðruvísum heiminn og sína eigin stöðu og þetta náttúrulega hlýtur að vera í öllum byggðum landsins meira og minna, ekki satt? Jú, en það var bara gífurlega skemmtilegt að fá tækifæri til að kynna þessum 3 sveitafélögum svona vel og ég bara mæli eindregið með því heimsækja þau öll. Það er óðbáslega flott uppbygging á Blönduósi til dæmis og mæli með því sko að ég er ótrúlega maður alltaf keyrt hann í gegn 150 miljónir sinnum en að fara í gamla bæinn. Nei, maður stoppar náttúrulega í sjoppunni en að fara í gamla bæinn, ótrúlega skemmtilegt og mjög flottir hlutir að gerast í Dalabyggð núna. Nú verður byggja sundlaug í Búðardal með útsýni við fjörðinn sem ég held að verði alveg einstök. Og svo náttúrulega Húnaþing vestra og Hvammstangi hefur verið þekkt lengi fyrir mjög öflugt menningarlíf. Þar eru óðbáðslega öflugir listamenn og þar eru sýningar sem að jafnast á bara við það besta sem gerist í Evrópu. Þannig að þetta eru allt saman bara rosalega flott og bara mjög aðlaðandi samfélög á mörgu leyti. Þú ert orðin erindreki þessara... Já. Og ég bara vil nýta tækifæri til að þakka sveitarstjórnunum. Öllum fyrir gott samstarf á sveitarstjórunum og það er bara við sjáum hvað framtíðin byrja skautið sér og hvaða svona rými maður hefur til rannsókna. Það væri mjög áhugavert að halda þessu áfram og kannski svona taka sveitarfélög sem eru kannski einhverju leyti til dæmis aðeins stærri. Þetta er náttúrulega mjög lítil sveitarfélög, mjög fámenn sveitarfélög. Ég hef oft hugsað sko að það væri áhugavert bæði að taka fjölkjarna sveitarfélög eða svo var þetta að taka sveitarfélög sem eru ekki endilega með þessa landfræðilegu nálægð sem við vorum að spá í að ná fram í þessari rannsókn. Ég hef oft hugsað sko að það væri áhugavert að bera saman Borgarfjörð sem er mitt heimasvæði og Skagafjörð og Norðurþing. Þetta eru svona sveitarfélög sem eru svona kannski svona einu leveli fyrir ofan talsvert fjölmennari og með svona öflugri þéttbýliskjarna og svo mjög stórt dreifbýli líka. Ert þú svona fæddur í Borgarfirði? Já. Og hefur þá verið skilgreinið þig sem landsbyggða? Já, ég myndist alltaf í grunninn sko, Borgfirðing. Og þú lærir þarna stjórnmála sálfræði, tekur doktorskráð í henni utanlandssteinina, er það ekki? Jú. Hvar er það aftur? University of Kent í Canterbury í Bretlandi. Canterbury er lítil borg, svona klukkutími lest frá London. Canterbury Ghost, var það ekki einhver? Jú, Canterbury Tales er eitthvað sem að fólk kannast við að þekktar sögur frá miðöldum, svona pílagríma sögur, svo er Dómkirkjan þarna og svo Kent sígaretturnar líka sem einhverju kannast við. En það er nú hálfgjör landsbyggð líka. Þetta er 60.000 manna borg sem í Bretlandi þykir nú ekki mikið sko. Ég skil, en sko það er nokkið á hverjum degi sem maður er með doktor í stjórnmála sálfræði hérna við Rauðaborðið. Er þetta sem sagt eitthvað sko sálfræðin í stjórnmálum, er hún vídd sem að höfum við ekki veitt henni athygli sem skildi? Já, við erum bara 2 með doktorsprófi þessu fagi á Íslandi. Það er ég og Hulda Þórisdóttir sem er prófessor við Háskóla Íslands og ég held að þetta sé vídd sem að því að sko stjórnmál alltaf snúast ekki neitt annað en tilfinningar. Ýmislegt annað svo sem en fyrst og fremst tilfinningar fólks. Áhugavert að heyra það að segja það. Þannig að bara hvernig við skynjum hlutina og svo framvegis. Þannig að það er vídd sem ég held við mættum gefa meiri gaum og það er svona það verkefni sem ég er að tala um hérna er kannski ekki beinlínis sko pólitískt í eðli sínu þó að allt sé nú reyndar pólitískt í eðli sínu en þetta er sjónarhorn sem ég hef nú reynt að koma með inn og Huld hefur reynt og hún leiðbeinir BS og mastersnemum í þessu fagi og svona við reynum að halda uppi merkjum þess. Já.
hvernig stjórnmála sálin inn í ríkisstjórninni núna? Sko ég held að það bara allt saman bara blóðheitt fólk sem brennur fyrir samfélaginu sínu þar innanborðs, ekkert alltaf sammála allt, en það í samstarfi og þá finnur það lausnir. Já, þú semst aðstofamaður Guðmundar Inga Guðbrandssonar, formanns VG. En ég veit að þú ert tímabundin og Bjarki Þór, það búið að vera gaman að spjalla við þig þetta. Sennilega hefur það verið á heimasíðu þess sveitarfélags sem kannski kom best út úr könnunni sem ég sá þessar helstu rannsóknarniðurstöður. En þetta sem sagt eitthvað sem að kannski ekkert allt og auðvelt að koma inn í fjölmiðlana. Þeir ekki orðnir svolítið mikið Reykjavíkum miðaðir og ekki fáir blaðamenn út úr landi og ekki svolítið snúið að fá athygli á það sem að einhver sveitarfélag að bauka norður í raskati? Ég reyndar skulda, þegar þú segir það á manni það, ég skulda fréttamann og RÚV reyndar viðtal, þannig að þetta, þannig að það einhver eftirspurn. Já, allavega einhver og svo ég veit að það Skessuhorn, Héraðsfréttablaðið á Vesturlandi er búið að fjalla þetta og svo hef ég svona sökum annað ekki komist í að kynna þetta eins mikið og ég hefði viljað, þannig að bara þakka þið fyrir búið hinga, þetta einn liður í því og svo það bara fínt í nefna á þessum vettvangi. Við verðum með málstofu, einhvern tímann í október, það ekki alveg komið á hreint hvenær, en opin málstofa á netinu þar sem að þessi rannsókn verður kynnt semst við Háskólann á Bifröst. Þannig að já, og svo kannski pikka fleiri fjölmiðlar upp eftir að fylgst með þessu hér á samstöðinni. Það ekki ólíklegt og oft það þannig að samstöðin ryður brautina, sjáðu. Já, og þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við minnum á það að þeir sem treysta sér til þess að styrkja okkur og styðja en frekar en með því að bara benda öðru fólki á okkur og tala vel okkur og fletta upp okkar efni á margvíslegum miðlum og síðum. Þeir sem að sagt hafa huga á að styrkja okkur fjárhagslega en hafa ekki tekið skrefið, þeir geta farið inn á vefsíðuna samstöðin.is, skrollað aðeins niður og fundið þar hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2500 krónur getið þið stutt þessa stöð og það getur skipt sköpum fyrir það hve gott okkar efni og hvort við höldum áfram. En þátturinn sem sagt búinn í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.